Lagt til að þorskkvótinn verði 4% minni á næsta fiskveiðiári. Atvinnuvegaráðherra segir það ekki breyta áformum leiðréttingu veiðigjalda. Ekkert stefnir í sættir milli Donalds Trump og Elons Musk eftir opinber vinslit þeirra í gær. Vinasamband þeirra hefur verið stormasamt. Fjölmörg mistök voru gerð í framkvæmdum við leikskólann Brákarborg. Kostnaður kominn yfir 2 milljarða króna og fermetraverð því orðið eitt að hæsta á landinu. Þekktasti api landsins undirbýr sig af kappi þessa dagana. Vinirnir í brúðubílnum verða á ferð landið í sumar og skemmta landsmönnum eftir 5 ára hlé. Þetta verður ein stór sprengja af gleði. Hér í Gamla bíó íslenska tattúraðstefnan helgina. Hér koma 30 erlendi listamenn sem ætla að veita þjónustu sína og sína listi sínar með nálina. Við verðum í beinni í fréttatímunum. Gott kvöld. Hafrannsóknastofnun leggur til að dregið verði úr hámarksveiði á þorski á komandi fiskveiðiári 4%. Forstjórinn segir íslenska þorskstofninn sterkan þrátt fyrir veika nýliðun. Stofnunin tilkynnti ráðleggingar sínar fyrir næsta fiskveiðiár í morgun. Heildarafli þorsks fyrir rúmlega 213.000 tonnum niður í tæp 204.000 tonn. Það sem veldur annars vegar að árgangur sem að koma inn í veiðina, inn í veiðistofnin, árgangur frá 2021, hann minni heldur en árgangarnir á undan. Það erum við búin að vita í nokkur tíma. Meðalþyngd og vöxtur árgangsins sem og annara árganga undir meðallagi síðustu ára. Stofnunin tengir það við loðnubrest. Og það þýðir það að fiskurinn meira að svelta, en hann hefur virðist hins vegar dafna vel yfir sumarið, en hann þá ekki til þess að halda þessum meðalvexti vegna skorts á loðnu yfir veturinn. Gert ráð fyrir að stærð viðmiðunarstofns þorsks, það fiskur sem 4 ára eða eldri, dræst saman næstu 2 til 3 ár. Þrátt fyrir veika nýliðun þorskstofnin sterkur. Við megum bara vera stolt af okkar stofni. Hann sterkur þó að við séum að glíma við minni framleiðslu heldur en við hefðum viljað sjá. Þá ástand íslenska þorskstofnsins í betra ástandi heldur nokkur annar þorskstofn í Atlantshafinu. Megum ekki gleyma því. Þetta ekki bara svart. Ráðlögð aflamörk þorsks hafi ekki verið lægri frá fiskveiðiárinu 2012 til 13. Þá voru þau 196.000 tonn. Þau hækkuðu jafnt og þétt fram til 2019-20 þegar þau fóru hæst í rúmlega 272.000 tonn. Síðan þá hefur aflamarkið lækkað tæp 70.000 tonn sem jafngildir 25% lækkun. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi áætla gróflega að breytingin milli ára kosti þjóðarbúið 6 til 7 milljarða króna. Ef við setjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi, bara þannig að fólk tengi, þá getur við sagt að vinnsla ef að þokkalegt frystihús eins og var hér áður fyrr, minni hús sem voru að vinna þóttu góðu, þau voru að vinna á kannski 5.000 tonnum af þorski. Þannig að þetta kannski 12 slík hús þá sem búið að fara út á 5 árum. Ef við setjum þetta í samhengi við bara veiði togara, þá þetta kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski. Þannig auðvitað, ef mann horfir á þetta í þessu samhengi, þetta mikið. Að það vantar fæðu, þorskin vantar fæðu og það horfa menn auðvitað til loðnunar og ég held að það sé líka eitthvað sem að við Íslendingar eigum bara að hafa orðið áhyggjur af. Það er bara að segja framleiðni í sjónum í kringum landið. Ég meina, við höfum ekki verið að sjá loðnu hér síðustu 2 ár. Þannig að við þurfum að styrkja rannsóknir á lífkerfinu hér í kringum okkur og skoða hvað að valda þessum fæðuskorti. Atvinnuvegaráðherra segir að fara þurfi yfir ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það séu vonbrigði að þorskstofninn hafi ekki tekið við sér. Góðar fréttir berist af öðrum fiskistofnum og ekki liggi fyrir hvort eða hvernig ráðgjöfin hafi áhrif á veiðigjöld. Hún sé betri en gert var ráð fyrir. Og við þurfum að halda áfram með þessar varúðarráðstafanir, en það eru jákvæðar fréttir að öðru leyti. Loðnan, það eru góðar fréttir. Það eru góðar fréttir þegar kemur að ísunni sem mikilvægur og stór veiðistofn fyrir okkur og það eru jákvæðar fréttir af sumargotssíldinni. Og ég ger bara ráð fyrir líka fundi með þeim samtökum sem að máli varðar og
og við förum yfir stöðuna og hvað þetta þýðir. En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefnu okkar að leiðrétta veiðigjöldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á upphæð veiðigjalda, ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna, það allt annað mál. Og veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar setti sinn svip á þingstörfin í dag, ekki satt, Magnús Geir á Alþingi? Jú, þetta mál var svo sem ekki á dagskrá í dag, en leið og tíðindin bárust hingað niður á Austurvöll, þá komu stjórnarandstöðuþingmenn í kippum upp í ræðustól og fóru fram á að umdeildu frumvarpi strandveiðar skyldi kastað út í hafsauga. Enda vilja þau meina að minni pottur á næsta ári kippi grundvellinum undan 48 daga strandveiðum. Þetta pínu snúið mál fyrir ríkisstjórnina. Strandveiðar eru svona aðalmál flokks fólksins, síður fyrir Samfylkinguna og Viðreisn, en þau kvittuðu þó upp á þetta í stjórnarmyndunum viðræðunum og þurfa þar af leiðandi að standa við þetta mál. En það allavega ljóst að þetta gerir snúnar samningaviðræður þinglok en snúnari. Við skulum grípa aðeins niður í umræðuna. Því vil ég biðja virðulegan forseta að hlutast til það eiga samtal við atvinnuvegaráðherra það að taka strandveiðimálið úr vinnslu atvinnuveganefndar, setja það í tætarann. Strandveiðifrumvarpið náttúrulega jafn galið og alvitlaust eins og það og skánar auðvitað ekki við það að það sé staðreynd að hér sé minnkandi þorskveiði framundan. Hér auðvitað nokkur tíðindi að ræða og rétt að fara yfir þennan mikla niðurskurð sem hér í kortunum og þingmenn hafa hér rætt háttvirtir, en ég tel rétt að fá einnig annað álit á þessa ráðgjöf. Hæstvirt ríkisstjórn að taka hér upp sjávarútvegsstefnu Frjálslyndaflokksins og Dögunar sem liggja núna í pólitískum kirkjugarði sögunar og stolt af því. Þetta sögðu mennirnir á þingi í dag, en það bar það til tíðinda núna á 7. tímanum að þingforseti tilkynnti að starfsáætlun þingsins hafi verið tekin úr sambandi. Þetta þýðir að þingforseti getur ákveðið að fjölga þingfundadögum eða lengja þingfundi til að flýta fyrir því að mál komist á dagskrá og verði afgreitt fyrir þingfrestun. Til að mynda hefur verið settur á þingfundur klukkan 10:30 í morgun. Það líklega bara eitt mál á dagskrá, bókun 35, umræður hana hófust klukkan 6. Hún verður væntanlega rædd svona fram yfir miðnætti og svo líklega allan daginn á morgun. Það að starfsáætlun sé komin úr sambandi, það segir ekkert endilega til fyrir þinglok. Það ræðst á samningaviðræðum milli þingflokkana. En ég held ég allavega getum sagt að fullyrt hér og nú að þingi verður ekki fresta á föstudaginn eftir viku eins og starfsáætlunin sagði til Takk fyrir það, við fylgjumst með þessu. Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Þyrla Landhelgisgæslunnar og björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út vegna slyss í Brúará neðan við Hlauptungufoss síðdegis í dag. Þar féll erlendur ferðamaður í ána og fannst hann fljótlega. Ekki fengust upplýsingar frá lögreglu líðan hans. Trump Bandaríkjaforseti hyggst selja Tesla rafbíl sinn eftir mjög svo opinber og hatrum vinslit hans við Elon Musk, eiganda Tesla í gær. Musk gagnrýndi meðal annars frumvarp forsetans efnahagsmál, sagði kosningasigur hans í fyrra vera sér að þakka og fullyrðir að nafn Trumps sé að finna í skjölum alríkislögreglunnar barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Trump brást við í dag með því að segja að Musk sé orðinn galinn. Ekkert útlit fyrir sættir þeirra á milli, en þetta reyndar ekki í fyrsta sinn sem það slettist upp á vinskapinn. Traustur vinur getur gert kraftaverk, segir í laginu. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. Hvort sem þeir voru færir kraftaverk eða ekki, voru þessi ríkasti maður heims og valdamesti maður heims sannarlega öflugt tvíeyki. I love Tesla. Musk studdi Trump ekki þegar hann var kjörinn 2016. Vináttu þeirra hófst ekki fyrir í ársbyrjun 2022 þegar Trump sagði Musk vera snilling og líkti honum við Thomas Edison. Well, Mr. President, they say I wear a lot of hats. And as you can see, it's true. Even my hat has a hat. Það ár var stormasamt. Mitt ár urðu þeir óvinir aftur þegar Trump kallaði Musk bullara. En svo urðu þeir afturvinir í árslok þegar Musk keypti Twitter, breytti nafninu í X
og hleypti Trump aftur inn á miðilinn. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Fyrir kosningarnar í fyrra sló Musk met yfir fjárframlög einstaklings til forsetaframboðs. Þá tók þessi óreiðukenndi brómans á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. En fyrir nokkrum dögum, innan við hálfu ári eftir að Trump tók við embætti, skildu leiðir og það í góðu. Well, I expect to continue to provide advice whenever the president would like advice. I hope so. En eins og við vitum nú hefur rækilega slest upp á þennan vinskap. Því eins og segir einnig í laginu með upplyftingu, þegar af könnunni ölið er fljótt, þá vinurinn fer. Því stundum verður mönnum á, styrka hönd þeir þurfa þá. Otur, þetta hefur verið erfiður skilnaður. Hvers vegna heldur þetta springir svona núna? Já, þetta mjög stór ego, bæði tvö, og það slær hérna í brýnu og við þekkjum það þetta úr bæði fyrir forsetatíð Trumps og líka bara tíðan sem kaupsýslumaður að þegar er með svona samstarfsfólk og vini í kringu sig að þá oft staldrar það fólk ekkert við mjög lengi. Trump hefur þessa ímynd af svona stjóra sem að stýrir og stýrir svolítið eftir sínu nefi og það að hafa fólk í kringu sig sem að kannski virðist svona hafa einhver áhrif á þær ákvarðanir sem hann tekur að það kannski fellur illa að ímynd Trumps, ég veit ekki. En skiptir þetta einhverju máli bara svona fyrir kjósendur og almenning í Bandaríkjunum? Kannski ekki með beinum hætti, nei. Þetta er meira á svona fjölmiðlamál og grípandi fyrirsagnir, verið í fjölmiðlum allan heim núna í gær og í dag. En því verður ekki logið að Musk er ríkasti maður heims og þannig mjög valdamikill og hann nýtur mikils fylgis sem að Trump svona fekk svolítið bara upp í hendurnar fyrir kosningarnar í fyrra. Hvort að það gerði útslagið sigur eða tap eins og Musk sjálfur fullyrðir, ég skal ekki dæma það. En eins og ég segi, Musk, ríkasti maður heims og mjög valdamikill og væntanlega betra fyrir Trump að hafa hann með sér í liði frekar en gegn sér. Og það þá væntanlega líka gagnkvæmt, það væntanlega betra fyrir Musk að vera í náðinni í Hvíta húsi Donald Trump heldur en að vera það ekki. En ef það keyrir alveg þverbakheiðara þá sáum við haft eftir varaformanni utanríkismálanefndar í rússneska þinginu í dag að ef að Musk þyrfti á pólitísku hæli að halda þá gæti hann sannarlega fengið það í Rússlandi en það var nú sennilega samt svona meira í gríni sagt. Takk fyrir þetta, Otur. Kostnaður við leikskólan Brákarborg er komin upp í ríflega 2 milljarða og á eftir að aukast. Ný skýrsla dregur upp dökka mynd af mistökum við framkvæmdir. Reykjavíkurborg ætlar að skipa starfshóp vegna málsins. Það mætti segja að hér inni sé hæsta fermetraverð landsins. Borgin hefur lagt út tæplega 2,1 milljarð króna fyrir þetta hús og endurbætur á því að ótöldum yfirstandandi framkvæmdum sem við sjáum hér, sem þýðir að hver fermetri inn í leikskólanum Brákarborg kostar 1,7 milljónir króna. Fjölmörg atriði eru tiltekin í dökkri skýrslu innri endurskoðunar borgarinnar sem birt var í gær. Þar segir til dæmis að borgin hafi samið við 7 mismunandi aðila til að annast hönnun Brákarborgar. Þá hafi burðarvirkishönnuður ekki uppfyllt hæfiskilyrði og ýmis gögn hafi ekki verið til staðar, til dæmis teikningar og nýju þaki. Skýrslan er 55 blaðsíður. Borgin vill ekki endilega meina að þetta sé áfellisdómur. Áfellisdómurinn felst í því að það þarf að bæta og skýra verklag. Það er vinna sem þegar er farin af stað hjá Reykjavíkurborg til þess að tryggja það að svona mistök gerist ekki. Leikskólinn var opnaður árið 2022. Fljótlega komu í ljós gallar á húsinu, meðal annars af því að þak leikskólans, sem er tyrt, var of þungt. Í skýrslunni segir að ýmsar veigamiklar upplýsingar hafi ekki legið fyrir. Til dæmis hafi ekki verið gerð skoðun á burðarvirki byggingarna sem hefði átt að gera framkvæmdir óheimilar. Við reiðum okkur á þessa aðkeyptu þjónustu. Við höfum ekki mannskap til þess að sinna bæði eftirliti eða yfirferð á hönnunargögnum og daglegu eftirliti með svona framkvæmdum. Þetta er Reykjavíkurborg, þetta er stærsta sveitarfélag landsins. Er það ásættanlegt að borgin sé ekki með þessar upplýsingar áður en að hún ræðist í svona fjárfestingar? Nei, það er ekki ásættanlegt. Hann segir óljóst hvar ábyrgðin liggur en bendir þó á hönnunar og framkvæmdaraðila. Í skýrslunni eru lagðar fram 14 tillögur til úrbóta. Það er búið að ákveða að skipa starfshóp sem mun setja fram tímasetta áætlunum úrbætur. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa löngum reynt að fetta ekki fingur út í það sem Ísraelsstjórn segir eða gerir.
Þannig vega stríðsglæpir nasista gegn gyðingum enn mjög þungt í samskiptum ríkjanna. En þetta sérstaka samband gæti þó verið að breytast þar sem borið hefur á aukinni gagnrýni Þjóðverja á framferði Ísraelsmanna á Gaza. Það hefði verið erfitt að ímynda sér það þegar hryllingur helfararinnar varð heimsbyggðinni ljós að nýtt þjóðríki gyðinga og þeir sem tóku við völdum af nasistum í Þýskalandi myndu rækta með sér einn sterkustu tengsl sem getur á alþjóðasviðinu. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa til skamms tíma aldrei bókstaflega gagnrýnt framferði Ísraels að nokkru marki. Fyrir skemmstu bar þó kannski ekki á brestum í þessari stefnu en mögulega einhverjum breytingum. Kanslari Þýskalands gagnrýndi í sjónvarpsviðtali framferði Ísraela á Gaza með ögn eindregnari hætti en venjan. Lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Das ist aus meiner Sicht. Formleg samskipti ríkjanna hófust á 7. áratugnum. Eðlilega var sambandið í fyrstu viðkvæmt en með djúpri iðrun og greiðslu skaðabóta varð til traust. Sektarkenndin lifir þó í þjóðarminninu. Þetta svo rótgróið bæði í stjórnarskránni og eins bara í vitund Þjóðverja og hjá öllum stjórnmálamönnum landsins, eða ekki kannski öllum, en allavega mjög mörgum og ráðamönnum. En vinasamband ríkjanna ekki aðeins pólitískt. Þjóðverjar eru náttúrulega mjög nánum viðskiptasambandi við Ísrael líka og þeir sem það hafi verið að selja þeim vopn. Það hefur verið umdeilt. Í dag sýna kannanir þó að minnihluti þýsks almennings hugsar til Ísraela með hlýju og meirihluti á móti vopnasölu þangað. Almenningur í Þýskalandi þannig mun gagnrýnni á Ísrael en stjórnmálastétt landsins. Það mjög mikið mótmælagöng til dæmis í Berlín. Og það blakta við hún í þeim göngum palestískir fána mjög oft og þeir eru mjög áberandi. Í þýskum stjórnmálum gjarnan sagt að þjóðaröryggi Ísraels sé leið þjóðaröryggi Þýskalands. Arthur Björgvin telur ekki að þýskir stjórnmálumenn hviki frá þeim gildum í bráð, en hann segir að gagnrýni frá Þjóðverjum vegi ef til vill þyngra en önnur gagnrýni. Það hefur heyrst einmitt frá Ísrael. Ég hef heyrt það í miðlunum þýsku að þaðan hafi komið raddir sem segja nú þurfum við kannski þegar þeir bresta. Nú þurfum við kannski að fara að endurskoða það sem við erum að gera. Og það geti orðið til góðs. Þetta skemmtilegasta vinnan, segir nýr leikhússtjóri brúðubílsins. Leikhúsið hefur gengið í endurnýjun lífdaga eftir áralangt hlé og verður á ferð landið í sumar. Lilli! Já, hér ég. Halló, krakkar mínir. Velkomnir á sýningun okkar. Appelsínugula apan Lilla þekkja flestir landsmenn og skipar hann stóran sess í hjörtum margra. Síðustu 5 ár hafa hann og félagar hans í brúðubílnum legið í dvala, þar til nú. Takið þið nú vel eftir. Mér finnst bara svo mikilvægt að börn í dag fá að upplifa brúðubílinn eins og ég fekk að upplifa hann þegar ég var lítill. Amma mín, Helga Steffensen, var með þetta leikhús í mörg ár og ég var að vinna með henni alveg núna í 5 sumur. Og þetta skemmtilegasta vinna sem ég nokkuð tíman unnið og hefur verið draumur minn að bara vera í þessu allan daginn, alla daga. Halló krakkar, halló Lilli. Halló Duskur. Leiksýningin heitir Leikið með liti sem blanda af gömlum verkum brúðubílsins í nýjum búning. Fjölmargar af ástsælustu persónunum snúa aftur, þeirra á meðal Lilli api, Duskur, Duskamamma og tröllið undir brúnni, svo fáein séu nefnd. Markmiðið að allir fara af sýningunni glaðir með sumar og sól í hjarta. Og þetta verður ein stór sprengja af gleði. Og þegar sólin háttar eða stemma á fætur fer. Og þrátt fyrir áratugi í bransanum var Lilli api svolítið feiminn. Lilli, ertu búin að sakna þess að vera að sýna í brúðubílum? Já. Hann búinn að sakna þess algjörlega. Hann náttúrulega búinn að vera í 5 ára hvíld en hann búinn að fara í klippingu, hann búinn að fara í smink, þannig að hann rosalega tilbúinn, það ekki kallinn minn. Já. Og Gamla bíó orðið að húðflúrstofu, að minnstakosti þessa dagana, því þar eru húðflúrarar allstaðar að úr heiminum að störfum. Og þar líka Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Já, þetta í 18. skipti sem íslenska tattúruráðstefnan haldin í Gamla bíó, en við erum með hann Össur sem veit allt ráðstefnuna. Þetta byrjaði í dag? Þetta byrjaði í dag, en þetta reyndar byrjaði 2006 þegar við höldum fyrstu ráðstefnuna og síðan hefur þetta vaxið og dafnað mjög fallega síðan, sko. Já. Og hvernig verður þetta svona helgina? Það eru erlendi listamenn sem koma? Já, við erum með 30 erlenda listamenn helgina
og þetta raunverulega, sko, við leggjum þetta upp bara sem eina stóra tattústofu þar sem fólk getur komið og skoðað og við erum með alla stíla hérna, þannig að fólk getur komið og fundið sér það sem það langar í og ef þú finnur ekki stílinn hérna þá er hann ekki til, sko. En hvernig hefur svona tattúmenningin breyst í gegnum tíðina? Þetta voru hérna áður fyrir bara svolítið sjóarar og svona kannski fólk sem ekki svona mainstream, sem hvernig hefur þetta breyst? Já, sko, fyrst voru þetta bara svona sjóarar og óhefnir einstaklingar, en síðan breyttist þetta gríðarlega mikið með tilkomu íþróttamanna, þú veist, David Beckham, ég meina, og þú veist, það er engin íþróttamaður í dag nema hann sé með tattoo, þannig að þetta hefur breyst gríðarlega mikið með poppinu og þetta er orðið svona meira mainstream í dag heldur þetta nokkuð tíma var, sko. En hvað er svona, það er náttúrulega tískur og straumar í þessu eins og öðru, hvað er svona vinsalast? Vinsalast er, sko, þetta gamla góða old school dæmi, það er mikið af svona fine line tattúum, það er mikið af textum, en það sem líka hefur tekið gríðarlega stórum breytingum er það að tattúin orðin miklu persónulega. Þau hafa miklu dýpri merkingu heldur en bara gamla angirið eða gamla rósin, sko. Þannig að merkingin er orðin djúp og ástæðuna fyrir því eru allt annars. Takk fyrir þetta og við ætlum bara, held ég, að leggjast undir nálina hérna í Gamla bíó og kveðjum. Gangi vel með það, Ingibjörg Sara. Og þá ætlum við lítið til veðurs. Það verður breytileg átt 3–8 metrar á morgun en áfram norðvestan 8–15 við norðausturströndina. Rigning með köflum norðan og vestan til en annars að mestu bjart. Hiti verður 3–13 stig, hlýjast syðst en í kringum frostmark til fjalla. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur gengið frá ráðningu nýs þjálfara fyrir karlalið félagsins. Sama dag hefst leit að nýjum þjálfara fyrir enska knattspyrnufélagið Tottenham Hotspur. Og við sjáum ótrúlegan endi á fyrsta leik í úrslitaeinvígi NBA-deildarinnar í körfubolta. Missið ekki af íþróttum hér strax að loknum fréttum. Þá ætlum við að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Lagt er til að þorskkvótinn verði 4% minni á næsta fiskveiðiári. Atvinnuvegaráðherra segir það ekki breyta áformum leiðréttingu veiðigjalda. Ekkert stefnir í sættir milli Donald Trump og Elon Musk eftir opinber vinslit þeirra í gær. Vinasamband þeirra hefur verið stormasamt. Fjölmörg mistök voru gerð í framkvæmdum við leikskólann Brákarborg. Kostnaður er komin yfir 2 milljarða króna og fermetraverð því orðið eitt það hæsta á landinu. Og þekktasti api landsins undirbýr sig af kappi þessa dagana. Vinirnir í brúðubílum verða á ferðum landið í sumar og skemmta landsmönnum eftir 5 ára hlé. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl og góða helgi.